Ég segi fund settan í sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd. Í dag brotið blað í sögu þingnefnda hér á Alþingi. Nú í fyrsta sinn haldinn opinn fundur í þingnefnd með aðkomu fjölmiðla. Hér á landi hefur á undanförnum árum komið fram í umræðu störf þingsins að rétt væri að opna nefndarfundi. Það þekkt form í nágrannalöndum okkar að slíkir fundir séu haldnir og þá gjarnan hitamál. Ég tel að það sé ágætt að prufukeyra þetta form með því að fagráðherrar fari yfir það með viðkomandi þingnefnd í upphafi þings hvers sé að vænta frá ráðherranum á komandi vetri. Eins og forseti Alþingis gat í þingsetningarávarpi sínu þá hefur forsætisnefnd Alþingis sett reglur fundina með tilvísun í 19. grein þingskapa. Reglurnar má finna á vef Alþingis. Ég vil vitna í orð forseta við þingsetninguna til skýringar á tilgangi þess að við nú hefjum þessa nýbreytni, en forseta farast svo orð. Þegar hugað að eftirlitshlutverki Alþingis tel ég að efla þurfi það eftirlit sem framfer á vegum fastanefnda þingsins. Þáttur í því að skapa möguleika á að nefndir geti haldið einstaka nefndarfundi fyrir opnum tjöldum. Forsætisnefnd setti í vor reglur opna nefndarfundi. Samkvæmt þeim reglum getur fastanefnd óskað eftir því að ráðherrar, forstöðumenn sjálfstæðra ríkisstofnana og fulltrúar hagsmunaaðila komi á opna fundi og veiti nefndinni upplýsingar. Væntanlega yrðu slíkir fundir einkum bundnir við mál sem vega þungt í þjóðfélagsumræðunni hverju sinni. Og áfram verður meginreglan sú að vinnufundir nefndana verði lokaðir. Ég tel að með opnum nefndarfundum sé stigið mjög þýðingarmikið skref sem eigi eftir að breyta ásýnd þingsins sem eftirlitsaðila og styrkja störf þess. Með opnum fundum verður eftirlit Alþingis sýnilegra og skapar betri möguleika á því að gefa almenningi kost á að fylgjast með viðfangsefnum sem eru til umfjöllunar á þinginu. Leið skapaður opinn vettvangur fyrir skoðanaskipti milli þingmanna og aðila í þjóðfélaginu sem aldrei væri mögulegt að framfæru í þingsal þar sem þingmenn einir hafa aðgang. Fyrsta skrefi verður stigið í þessa átt í upphafi haustþings. Það skiptir miklu að vel takist til og framkvæmdin verði í góðri sátt. Þetta voru orð forseta í þingsetningarávarpi. Nú og hér við stödd til að hefja þessa tilraun og það von okkar að það takist vel til. Þetta fundaform megi verða til þess að auka upplýsingaflæði til almennings og þekkingu á starfi nefnda þingsins. Það sérstakt ánægjuefni að það skuli vera sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd sem ríður á vaðið í þessum efnum. Nefndin sem fjallar grundvöll framleiðslu greina okkar Íslendinga og ágætt að hafa það í huga á þessum dögum sem við erum nú að upplifa í okkar þjóðfélagi. En ég vil nú biðja sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og ráðuneytisstjóra að ganga í salinn. Verið þið velkomnir. Nú dagskrá fundarins samkvæmt 3. málsgrein 18. greinar þingskapa en þar segir: Ráðherrar skulu að jafnaði á fyrstu vikum þings koma á fund þingnefnda fjalla málaflokka þeirra samanber 1. málsgrein 23. greinar og gera grein fyrir þeim þingmálum sem þeir hyggjast leggja fram á löggjafarþinginu samanber 3. málsgrein 73. greinar. En þar einmitt þess getið að í eftirriti stefnuræðu forsætisráðherra skuli fylgja yfirlit þau mál sem að ríkisstjórnin leggja fram á þinginu og yfirlitið jafnframt prenta með í þingtíðindum. Nú ég vil aðeins fara yfir reglur fundarins en þær eru þannig að ræðutími eftirfarandi. Ráðherra hefur 10 mínútur í upphafi, þingmenn hafa svo 2 mínútur til þess að gera athugasemdir og leggja fram spurningar. Ráðherra hefur síðan 10 mínútur til að svara og ráðuneytisstjóri hefur 3 mínútur. Þá gert ráð fyrir að einn fulltrúi hvers þingflokks geti lýst afstöðu til málsins og ráðherra geti þá aftur tekið til máls og svarað ef eitthvað hefur þá framkomið. Nú fundurinn stendur til klukkan 10. Nú ég vil þá biðja
gestina að kynna sig í upphafi og ráðherra. Einar Kristinn Guðmundsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Sigurgeir Þorgeirsson, ráðuneytisstjóri sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. Já, Atli Gíslason hefur óskað eftir því að gera athugasemd í upphafi fundarins. Ég fagna formaður þessum opnu fundum, en ég vil mótmæla því fyrirkomulag sem hér viðhaft og þessi fundur sé alveg sem fyrsti opnu fundurinn og það fundarefni sem á dagskrá sem lögð hefur verið fram. Mér eru sett hér tímamörk og í fyrsta skipti upplifið það að tjáningarfrelsi mitt sé takmarkað á nefndarfundum með þessum tímamörk sem er sett. Ég hef ekki verið frekur til kjörsins með tíma á nefndarfundum til þessa, en hér eru tímamörkin takmarkuð og þetta er sett upp fyrst og fremst fyrir ráðherra. Ég vel líka að segja það að bæði landbúnaður og sjávarútvegur hafa núna á síðustu mánuðum og misserum búið við óðaverðbólgu, gengishrun og okurvexti. Og síðan koma neyðarlögin síðastliðinn mánudagskvöld og atvinnugreinarnar, sérstaklega bændur, í uppnámi, smábátasjómenn, stofnanir, landbúnaður og sjávarútvegs í fjársvelti og ég hefði kosið að það ætti að forgangsraða því verkefni að ræða úrræði ráðherra gagnvart vanda bænda og þeim gríðarlega vanda sem viðblasir. Hvað hyggst ráðherra gera í þessum efnum og hvort að hann sé mjög undirbúningi mál til að taka á vanda bænda. Mér skilst að alltaf 30–40% bænda séu komnir í þrot og hvað á að gera í þessum efnum og þannig að ég kýs að þetta verði tekið upp sem umræðuefni annarkvort þegar ráðherra hefur kynnt þau mál sem hann hefur hér hyggst sagt að hann mæli fyrir og taki þá sérstaklega fyrir þennan vanda sem blasir við þjóðinni og sem er brýnasta úrlausnarefni okkar. Málið sem að hér eru kynnt hjómur. Ég þakka þér fyrir, Atli. Ég reikna með því að ráðherra ræði þau mál. Hann fyrst og fremst hér komið samkvæmt þingskaparlögum og í öðru lagi form þessa fundar ákveðið samkvæmt reglum forsætisnefndar sem að fulltrúar allra flokka í forsætisnefnd hafa tekið þátt í að móta. Nú, við munum þá hefja fundin samkvæmt reglum forsætisnefndar og ráðherra gjörðu svo vel. Þakka kærlega fyrir og ég vil nú byrja á því að þakka kærlega fyrir það að fá tækifæri til þess að ræða við nefndina þau mál sem að fyrirhugaði að leggja fyrir Alþingi núna í haust og í vor. Þetta fyrirkomulag var viðhaft líka í fyrra og að mínum mati gafst það prýðilega. Breytingin sem núna verið að gera fyrst og fremst í því fólgin að nú verið að sjónvarpa þessu og hafa þessa fundi opna og auðvitað fagna ég því að það skuli einmitt vera nefnd grundvallaratvinnuvega þjóðarinnar, sjávarútvegs- og landbúnaðar, þar sem að við ríðum að vaði með þessa tilraun sem ég veit að á eftir að takast vel. Það er auðvitað rétt sem að hér hefur komið fram að það eru fjölmörg vandamál sem að steðja að í sjávarútvegi og landbúnaði, rétt eins og steðja að í okkar efnahagslífi og ég hygg nú að þegar grannt skoðað þá sé það nú þannig að þau vandamál sem að við erum að fást við í okkar atvinnuvegum eru auðvitað að endurspegla fyrst og fremst þann mikla vanda sem að þjóðin stendur frammi fyrir og við okkur er öllum ljóst. Auðvitað það þannig að það eru sérstök vandamál í okkar atvinnuvegum eins og eiga við í öðrum atvinnuvegum og víða í þjóðfélaginu sem að getur verið ástæða til þess að ræða og ef að tímið er til þess þá er ég auðvitað tilbúin til þess að taka þátt í þeim umræðum. En ég hafði skilið það svo að við værum komin hingað samkvæmt dagskrá til þess að ræða þau mál sem að lögð verða fram og fylgdu stefnuræðu forsætisráðherra nú í haust og það er á grundvelli þeirra dagskrár sem að ég hef hugsað mér að þessi umræðu hefjist að minnsta kosti, síðan verðum við að sjá hvernig tíminn vinst til þess að taka þátt í öðrum málum. En er ekki rétt formar ég farið þá í efnisatriði frumvarpa eins og þau hafa legið fyrir og ég held að veri skynsamlegast að fylgja þeirri röð sem að birtist í bréfi sem að við rituðum forsætisráðuneytinu og ég hygg að þið hafið afrit af þau mál sem að okkar ráðuneyti hyggst leggja fyrir og fylgdi í raunar stefnuræðu forsætisráðherra. Jú, gjörðu svo vel. Nú þá vil ég byrja á því máli sem að verður örugglega veigamest í starfi nefndarinnar, að minnsta kosti hvað varðar þau mál sem að ráðuneytið leggur fram. Það er mál sem að ég veit að ykkur er mæta vel kunnugt og það er hins svokallaða matvælalöggjöf. Í sjálfu sér ætla ég ekki að fara að hafa mörg orð
hinn stóru og breiðu efnisatriði þess frumvarps. Það er ykkur öllum kunnugt. Ég mælti fyrir málunni í fyrra og fyrirgefið á síðasta þingi og það hefur síðan verið rætt mjög ítarlega í nefndinni, en eins og menn vita þá var niðurstaðan sú að afgreiða málið ekki á þessu síðastliðnu vorþingi, heldur fresta því og fresta þess að ljúka því núna í haust, og það er ásetningur minn og ráðuneytisins að gera það, en auðvitað er það Alþingi sem ræður för í þessum efnum. Ég held hins vegar að það eigi að vera allar efnislega forsendur fyrir því að við getum lokið málinu í haust, bæði vegna þess að þingið er vel undirbúið, vegna þess að það hefur haft málið í sínum höndum núna margra mánaða skeið, og síðan vitum við auðvitað að þetta mál hefur fengið mikla almenna umræðu sem að gerir okkur auðvitað kleift og betur kleift að svona átta okkur á þeim álitamálum sem þar eru uppi. Ég ætla þess að fara kannski frekur yfir fáin atriði sem hafa verið álitamál í þessari umræðu og reyna að varpa ljósi á það eins og hægt er. Eitt vil ég þó segja sem svona almennan varnagla, sem ekki þá sérstaklega við þetta frumvarp, heldur almennt bara það sem við erum núna að gera í þessari umfjöllun, og það er það að auðvitað er það svo að þau mál sem ég er nú að kynna eru í engum tilvikum mál sem búið er að fara með fyrir ríkisstjórn, né fyrir stjórnarflokka, og auðvitað er það háð afstöðu bæði ríkisstjórnar og stjórnarflokka hvernig málið mun líta út í endanlegum búningi, og það kann að takmarka einhver leyti þau svör sem ég get veitt við spurningum þingmanna, og ég veit að þingmenn gera sér grein fyrir þessu og virða það að sjálfsögðu. En ég mun hins vegar eftir föngum reyna að upplýsa málið eins og það blasir við á þessari stundu. Ef ég vík núna að matvælafrumvarpinu, þá er það þannig að við hófum mikla vinnu í sumar við það að fara yfir þau efnisatriði sem að bæði höfðu komið fram í umsóknum sem Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd höfðu borist, og einnig lá fyrir að við óskuðum eftir sérfræðilegri vinnu sem að framfóru okkar vegum á margvíslegum sviðum, þar sem þess var freistað að svara þeim spurningum sem að voru svona efst á baugi í umræðinni og öðrum spurningum smærri og stærri sem að við töldum nauðsynlegt að skýra betur. Og margt af þessu er nú að skýrast, og ég hygg að þess verði ekki langt að bíða að frumvarpi verði lagt fram að nýju. Ef ég vík þá að því máli sem ég gerir ráð fyrir að hafi verið kannski hvað stærst í umræðinni og er svona stóra spurningin, og það var þessi spurningum það hvaða áhrif frumvarpið í þeim búningi sem við sáum í fyrra, og það er ekki verið að tala um neina grundvallarbreytingar í þeim efnum, muni hafa á innflutning á landbúnaðarvörum, og sérstaklega með tilliti til heilnæmis og heilbrigðis og möguleika okkar að tryggja það að þær vörur sem berist inn í landið á grundvelli þessara nýju laga, að þær hafi ekki neikvæð áhrif á heilnæmi og heilbrigði landsmanna. Við höfum verið að fara yfir þetta mjög rækilega, og ég vil líka í því sambandi vísa til álitsgerðar sem unnin var á vegum Bændasamtaka Íslands af Lagarstofnun Háskóla Íslands og Ólafi Oddgeirssyni dýralækni, þar sem kemur fram, þar sem að minni hálfu var lögð mikil áhersla í umræðinu málið í fyrra, að það væru á grundvelli þessara löggjafar og á grundvelli EES-samningsins mjög mikil úrræði fyrir okkur sem stjórnvald til þess að grípa inn í ef að ástæða væri til. Það er vísað meðal annars í áliti Stefáns Más Stefánssonar prófessor sem vann þetta álit fyrir Bændasamtökin til 13. greinar EES-samningsins, þar sem að eru opnar heimildir til stjórnvaldsins til þess að grípa inn í á þessum forsendum sem ég var að nefna. Þetta þýðir það í raun og veru, og það munum við leggja áherslu á í þessu frumvarpi, og mun koma fram í þeim breytingum sem að frumvarpi tekur núna frá því að það var lagt fram á síðasta þingi, að reglugerð sem að gildir í dag og er frá árinu 2003 hygg ég Kampylobacter muni efnislega gilda. Það þýðir það að möguleikar okkar til þess að grípa inn í og ef að talið er og vitað er að til staðar sé Kampylobacter, þá höfum við efni og möguleika til þess að grípa inn í og komið veg fyrir að Kampylobacter smitaði kjúklingabringur fari á markað. Þetta er auðvitað mikið grundvallaratriði og segir okkur það að þarna höfum við ýmsar möguleika til þess að bregðast við og rétt eins og við höfum talið, og ég hygg að þeir sem að skoða þetta mál
sjáu þar með að þessum ótta verði eytt. Í öðru lagi þá er það svo að eins og ég sagði áður að þá mun verða sóst eftir viðbótartryggingu vegna salmonellu á grundvelli heilbrigðis okkar dýrastofna. Þannig að meginniðurstaðan er sem sagt sú að við höfum úrræði og tæki sem að við hyggjumst beita sem að gera það verkum að þessi kjötinnflutningur mun ekki ógna heilbrigði manna ef menn vilja nýta sér til fullu þessar heimildir og það verður gert ef ástæða er til. Í öðru lagi þá var hér heilmikil umræða á sínu tíma stöðu skoðanastofa og frumvarpið gerir ráð fyrir því að það yrði breyting á því, það yrði að vera beint ráðningarsamband skoðunarstofunar við Matvælastofnun en ekki milli skoðunarstofunar og þess aðila sem að væri verið að skoða. Því hins vegar ekki að neita að þarna höfum við fengið sérfræðileg álit sem eru gagnstæð. Það eru uppi annars vegar þau sjónarmið að það verði að skilja þarna milli, það er að segja, það megi ekki vera þetta beina ráðningarsamband milli skoðunarstofunar og þess sem að skoðunarstofan er að skoða til þess að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra, aðrir hafa andur sjónarmið uppi. Í þessum efnum erum við ekki komin að fullnægjandi niðurstöðu. Hins vegar er það þannig að í reglugerðunum sem við erum að lögfesta gert ráð fyrir þetta fyrirkomulag sé með ákveðnum hætti. Minn vilji hins vegar stendur til þess að starfsemi skoðunarstofana geti haldið áfram og þó að það kunni að vera að við verðum að breyta á einhvern hátt því formi sem í kringum það er. Í þriðja lagi þá stóð nokkur styrr þann þátt frumvarpsins sem sneri að dýralæknum eins og gert var ráð fyrir. Þá var gert ráð fyrir því að dýralækna umdæmum yrði fækkað og markmiðið var eins og menn muna að reyna að koma í veg fyrir að það væri hagsmunaárekstur í starfi eftirlitsdýralækna og héraðsdýralækna sem að annars að vegar hafa praktíserað og hins vegar unnið sem eftirlitsaðilar fyrir hönd má segja almennings og stjórnvaldsins. Hér er sömuleiðis það að ræða. Við höfum fengið mjög gagnstæð sérfræðiálit og segir mann nú kannski hversu hárnákvæm vísindi hinn merku Evrópufræði eru. Það er þó hins vegar alveg ljóst mál að við getum látið vaktkerfi dýralækna standa óbreytt. Það verða engar breytingar á því kerfi frá því sem nú er í lögum sem leiða til aukins kostnaðar dragi úr þjónustu við bændur á nokkurn hátt. Stóra málið sem við þurfum þá að svara núna er það hvort að þessi héraðsdýralækna embætti eða umdæmi eigi að vera fleiri eða færri. Það var gert ráð fyrir umtalsverðri fækkun í frumvarpinu frá gildandi lögum og spurningin er þá eingöngu sú sem að við munum svara áður en að frumvarpið kemur fram hversu langt við viljum ganga í þessum efnum. Nú það var líka nokkrar áhyggjur sem komu fram meðal annars frá bændum það að það væri verið að leggja óþarfa kvaðir á landbúnaðinn með því að gera atvinnugreinina öllu leyti starfsleyfisskylda. Frumvarpið mun taka þeim breytingum verði það niðurstaðan að ýmsar atvinnugreinar sem að eins og sauðfjárrækt, garðyrkja, hrossarækt verða tilkynningarskyldar en þurfi ekki í sjálfu sér starfsleyfis sérstakt starfsleyfi og þær greinar sem að núna starfa án starfsleyfis en eru til dæmis tilkynningarskyldar geta verið þannig áfram samkvæmt frumvarpinu. Við vitum að til að mynda sauðfjárbændur telja fram sinn búfénað og það er út af fyrir sig fullnægjandi þar með. Varðandi gjaldskrárnar sem er líka atriði sem að mjög var rætt í þessari umræðu þá er gert ráð fyrir því og þar er þetta bara byggjum við einfallega á þeim tilskipunum og reglum sem setur okkur ramma í þessum en ég vil bara þó segja það að við munum ekkert leggja til í þessum lögum að við lögtökum nokkuð af þeim reglugerðum umfram þar sem að brýnast er og nauðsynlegt er. Lögin veita í sjálfur sér sveigjanleika og til þess að taka meðal annars tillit til sér aðstæðna sem að menn áréttuðu mjög mikið í umsögnunum og að sjálfsögðu er það eðlilegt að svo sé gert. Og varðandi gjaldskrárnar þá er gert ráð fyrir því að ráðherra muni þurfa að staðfesta þær og það er mín stefna að þær verði ekki íþyngjandi að minnsta kosti ekki frekar en nauðsynlegt er. Já, þakka þér þetta ráðherra og ég vil þá gefa þingmönnum tækifæri til þess að leggja fram athugasemdir eða spyrja
Hver vill ríða á vaðið í þessu tilliti? Já, Grétar Mar. Já, ég verð nú bara byrja á því að þakka fyrir þennan fund, en mér sýnist nú að þetta ætli nú ekki að vera með þeim hætti sem maður kannski hélt þetta fyrirkomulega á þessum fundi og verð sé nú meira svona til þess að fjalla eitthvað sem eru aukaatriði heldur en aðalatriði, en ég hef nú haldið vegna þeirra slæmu stöðu sem er ljós núna hjá bændastéttinni og fjölmargir bændur eru komnir eiginlega í gjaldþrota meðferð, sumir komnir í gjaldþrot og aðrir á leiðinni og það ætti að fresta þessu frumvarpi að minnstakosti í 1 ár á meðan við værum að sjá svona til hvernig tekst til við þessa uppstokkun. Við erum að eignast einn ríkisbanka núna hverjum degi erum við að eignast nýjan banka, ríkið, og ég held að þetta sé það alvarlega mál að við ættum að snúa okkur kannski að því að tala það sem svona skiptir máli en svona aukaatriði, og ég hef bara lagt til og mun leggja það til í þinginu að þessu verði frestað 1 ár gildistöku og við hljótum að geta fengið undan þá hjá Evrópusambandinu það að fresta þessu. Valgerður? Já, ég þakka nú ráðherra fyrir þessa yfirferð og gerir mig grein fyrir því að hann er að taka tillit til margra athugasemda sem hafa komið fram í okkar vinnu með þetta mál og meðal annars frá bændasamtökunum og mér finnst það mikilvægt. Reyndar var það nú alltaf ljóst að við gætum haft uppi ákveðna varnir í sambandi við kampýlóbakter eins og nágrannaþjóðir okkar hafa reynda gert, þannig að það er hið besta mál að við munum sjá breytt frumvarp heyrist mér þegar að málið kemur fram á nýjan leik, en ég ger mér hins vegar grein fyrir því að við höfum ekki mjög mikinn tíma til þess að ljúka málinu og mun leggja við fram það að það geti orðið fyrir áramót. En það er náttúrulega margt annað sem að við eigum eftir að fjalla hér í vetur heldur en þessi löggjöf og til dæmis mál á sviði sjávarútvegsins og það er boðað frumvarp til breytinga á lögum stjórn fiskveiða sem að ég veit ekki hvernig verður og hvort að ráðherra myndi geta aðeins sagt okkur frá því hvaða breytingar hyggst leggja til þar og svo vildi ég gjarnan koma inn á líka byggðakvótann sem er orðin þannig eða framkvæmdin orðin með þeim hætti að það er mikil óánægja með byggðakvótann víða land og mér þætti forvitnilegt að vita hvort að ráðherra er ekki kunnugt þessa óánægju og hvort að hann er ekkert að vinna í því þá að hugsanlega breyta framkvæmdinni þannig að hún gæti verið meira í samræmi við það sem að sveitarstjórnir og sjómenn almennt eru að tala og eins það að það kemur ákaflega seint fram hvernig honum er skipt og það er líka mjög gagnrýnivert. Og svo í síðasta lagi vildi ég spyrja hana því við höfum nýlega verið nefndin á ferð á Vestfjörðum og þar fengum við mjög góða yfirferð þorskeldið sem að ég hef mjög mikinn áhuga á að við Íslendingar reynum að taka fastari tökum, ekki síst nú á þessum dögum þegar að flestir nú gera sig grein fyrir að það þurfi að afla gjaldeyris fyrir þjóðina, að þá held ég að það geti nú haft hljómgrunn að við gerðum átak í því að auka og efla þorskeldi og það sem að þar virðist vera flöskuhálsinn að það er seiðaframleiðslan og jafnvel kynbæturnar. En ég veit að ráðherra hefur verið með nefnd í gangi sem hefur lokið störfum og hefur ekkert frést af þeirri niðurstöðu sem að koma út úr því starfi, hvort að hann geti frætt okkur eitthvað það hvað er lagt til af hálfu þessara nefndar og hvort hann hyggst fara að þeim tilhugum. Takk. Já, Karl Matthíasson. Já, góðan daginn. Takk ráðherra fyrir komuna og virðulegur ráðuneytisstjóri líka. Það er gott að heyra það lögð aukin áhersla á þetta með heilnæmi og heilbrigði manna og dýra væntanlega líka. Og þessi matvælalöggjöf sem kemur hérna fram greinilega vegna þess að það er mikill þrýstingur vegna samninga okkar við önnur ríki. Mér langar aðeins í tengslum við þetta spyrja ráðherrann
svona hvaða möguleika við höfum til tollaverndar, því að bændur hafa haft áhyggjur af því líka að við munum fá inn matvæli sem að eru jafnvel framleidd með niðurgreiðslu úti eða á mjög ódýran hátt, en samkeppnisstaðan sé í raun og veru ekki sanngjörn. Mér langar að víkja að því, þá vil ég taka undir orð Valgerðar í sambandi við þorskeldi og ætla ekki að bæta neinum útskýringu við það, en bæta við þá kræklingaræktina og þá möguleika sem er í þessu og hvort að einhverjar hugmyndir eru komnar upp eða vangaveltur það hvort að við getum, eða hvenær við getum framleitt, til dæmis 130.000 tonn að þorski í þorskeldinu. Nú það má líka víkja að byggðakvótanum. Það er mikil óánægja víða land með hann og framkvæmd lagana á því, hvort að það sé ekki í farvatninu að breyta þessum lögum, þannig að menn verði ánægðari. Og svo langar mig líka til að spyrja ráðherra það hvort að Íslendingar muni ekki auka sameiginlega rannsóknir sínar með Grænlendingum, Færeyingum og Norðmönnum varðandi auðlindir okkar hafs og sjávar. Ég sá viðtal við norskan fræðimann sem var að leggja áherslu á þetta, en margt annað gæti ég lagt hérna fram, en tími leyfir það nú ekki og þakka ég fyrir. Já, Kjartan Ólafsson. Já, ráðherra, ég vil þakka fyrir þá kynningu sem hér fór fram. Það eru tvö mál varða landbúnaðar þáttir sem ég langar aðeins að koma inn á. Annars vegar frumvarp sem endurflutt í haust breyting á lögum framleiðslu og verðlagningu og sölu á búvörum sem að ég met þannig að hafi verið til þess að undirbúa okkar íslenska landbúnað frekar undir samkeppni, þar sem að við höfum verið með verðmiðlanir á milli tegunda hér innanlands sem að ekki stenst þegar að og ef að verður hér meiri samkeppni á þessum markað okkar, og mér langar aðeins að heyra skoðun þín á þeim lögum vegna þess. Og síðan það matvælalöggjöfin sem að við höfum verið að vinna hér í mikið á síðasta vetri og munum taka upp aftur núna. Ég vil spurja í rauninni varðandi þessi frumvarp 2 að nú hefur við upplifað það Íslendingar sem aldrei fyrr að efnahagsástandið með þeim hætti að gjaldeyrir hér gríðarlega dýr. Við njótum þess núna og metum kannski okkar landbúnaða meira heldur en nokkru sinni fyrr þegar við sjáum hvað getur gerst í efnahagsmálum heimsbyggðarinnar og við sjáum hversu nauðsynlegt það að hafa hér öflugan landbúnað og fjölbreyttan landbúnað og svo ekki síst gagnvart heilbrigði dýra og manna og þeirra þá landbúnaðarvara sem við erum að flytja inn samkvæmt þessari nýju löggjöf. Þurfum við ekki, mín spurning í rauninni, þurfum við ekki að hugsa þetta mál svolítið upp á nýtt með tilliti til þess að við þurfum raunverulega að vera í stakk búin til að vera sjálfum okkur nógu matvæli. Við sem höfum talað fyrir landbúnaðinum í mörg ár höfum bent á ógn sem getur verið styrjaldir eða einhverjar stórar hamfarir. Það hefur engum dottið í hug að atriði sem þetta geti valdið okkur svo miklum erfiðleikum. Þess vegna langar mig aðeins að koma inn á það. Þá langar mig rétt aðeins að nefna þorskeldið. Ég átti þess kost að skoða það og vil lýsa því yfir að þá erum við að færa okkur yfir í svona ræktunarbúskap hér á Íslandi með þorskinn og leggja áherslu á það að þar þarf að eiga sér stað mikið kynbótastarf og það mjög mikið langtíma verkefni og heyra aðeins skoðun ykkar á því máli mitt. Já, Gunnar Svavarsson. Já, takk fyrir það. Ég er með 7 spurningar. Fyrsta varðandi kampýlóbakterinn. Ég tók eftir því að þú lagðir upp með það og ég bara velti fyrir mig hvernig það var praktist fram á markaði. Þegar upp kemur sýking og við erum með reiknilega vöru og annað. Í öðru lagi þá nefndur við sérfræðilegt var allir skoðunarstofunar og þau var í gagnstað. Og ég einfaldlega spyr hvernig hafa unnið þessi álit fyrir ykkur og hvort þau verður þá loðið hérna inn í ferli þegar við tökum málið átt til umsagnar. Síðan í þriðja lagi þá var það vilji ráðherra stendur til þess að skoðunarstofuna geti starfað áfram varðandi matvælafrumvarpið og varstu þá að gefa það í skyn að
að miðað við núverandi frumvarp eins og kom inn á sínum tíma að þar gæti ekki starfað áfram. Fjórða lagi umræðan heimavislu á landbúnaði. Hún hefur verið víðtæk hér í nefndinni og í þeim ferðum sem við höfum farið. Hvaða vinna í því sambandi tengt þessu frumvarpið öðrum. Fimmta lagi varðandi framleiðslu og verðlagningu og sölu á búvörum. Það kom hérna inn á þingið á síðasta þing. Hvað svona voru helstu álitamálin og hvað stóð út af í þeim efnum. Í sjötta lagi endurskoðun ákvæðum ríkisjarðar í breytingu á jarðalögum. Hvað hefur verið að boða þar, og í sjöunda lagi þá var það landshlutaverkefni í skógrækt og hvernig hefur samstarfið í raun og veru gengið við umhverfisráðuneytið núna þegar að skógræktin hefur flust til og hvernig vinniði þessi mál þrátt fyrir það að þingsályktunum sem þið eru að vinna séu varðandi skógræktarverkefni bænda, að þá spyr ég hvernig gengur þetta fram. Takk fyrir þetta. Þetta var snart. Helgi Hjörvar. Já, þakka þér fyrir ráðherra. Fyrst aðeins matvælafrumvarpið. Ég held að þessar breytingar sem hér eru kynntar séu ótvírætt til bóta, en jafnframt mikilvægt fyrir neytendur að málið nái fram að ganga núna á þessu þingi. Ég vildi eins og spyrja vegna þess að frumvarpið eru auðvitað ekki síst flutt fyrir hagsmuni íslensks sjávarútvegs til þess að koma fiskinum okkar áfram hratt og vel inn á markaði í Evrópu. Hvort að það sé einhver ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að drátturinn á innleiðingu löggjafarinnar geti bitnað á fiskútflutningi okkar á næstu mánuðum meðan að málið hér til vinnslu, eða hvort að ráðherrann telji að við höfum gott svigrúm jafnvel allan veturinn til þess að vinna með málið. Í öðru lagi þá það frumvarp sem kom fram mjólkuriðnaðinn og verðlagningu í mjólkuriðnaði. Það mætti mikilli andstöðu bæði af hálfu Samkeppnisstofnunar og af hálfu Mjólku, sem er það fyrirtæki sem að vegum mætti að reyna að veita samkeppni á þeim markaði, þannig að ég vildi spyrja ráðherrann eftir þeim breytingum sem hefðu verið gerðar á því máli. Það er hins vegar óhjákvæmilegt að við stöldrum aðeins við á vettvangi dagsins. Það er auðvitað það sem allir hér eru að hugsa um. Það eru það sem hefur verið að gerast hér í samfélaginu síðustu dagana, og nú hafa ráðherrar, ekki bara viðskipta, heldur líka meðal annars félagsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra, gripið til sérstakra aðgerða í tengslum við það. Það hefur einkanlega lotið að því að fólk eigi góðan og greiðan aðgang að ráðgjöf og stuðningi, og vegna þess að eins og hér hefur komið fram þá er það auðvitað þannig að fjölmargir bændur í landinu hafa orðið fyrir mjög verulegum og mjög þungum búsifjum, og ég vildi þess vegna inna ráðherrann eftir því hvort að það væri eitthvað gert til þess að bregðast við því núna með ráðgjöf og stuðningi, þannig að menn geti leitað eitthvert eftir góðum ráðum eftir að hafa orðið fyrir þessum áföllum. Sömuleiðis finnst mér óhjákvæmilegt að ráðherrann tjái sig að þessum margítrekaðar yfirlýsingar stjórnmálamanna á síðustu dögum það að fyrirhyggjuleysi okkar á fjármálamarkaði eigum við að bæta upp með því að auka veiðar í hafinu umfram það sem að ráðgjöf sérfræðinga hefur gefið okkur tilefni til, og mér finnst þess vegna óhjákvæmilegt að ráðherrann bregðist við þeim margítrekuðu yfirlýsingum og segja okkur hvort hann telji að við eigum eftir sem áður að fara eftir ráðgjöf okkar sérfræðinga í aflanum, eða hvort hann telji að vegna þeirra skulda sem hafa stofnað til erlendis eigi að auka hér sókn í fiskinn. Takk fyrir þetta, Helgi. Atli næstur. Já, ég byrja líka að taka undir þakkir til ráðherra fyrir að koma hér og gera grein fyrir þessu matvælafrumvarpi og fleirum. Sjálfur tel ég þetta vera kalda kveðju til bænda sem eru komnir í þrot, og þetta er ekki unnið í sátt við hagsmunaaðila. Við höfum lagst gegn þessu fyrst og síðast út frá fæðuöryggi þjóðarinnar, matvælaörygginu, störfum í matvælaleiðina, neytendavernd og umræðum sanngjarnan viðskiptarétti og ekki síður umhverfisvernd. Það er að segja við erum að flutninga milli landa að þeim auka útblástur gróðurhúsalofttegunda, ganga gegn sjálfbærri þróun, en ég ætla ekki að halda ræðu þetta heldur að spyrja ráðherra í fyrsta lagi hvort hann hyggist hafa ykkur úrræði uppi í tengslum við þessa löggjöf varðandi einokun í smásölunni eða fákeppni.
Í öðru lagi vil ég spyrja ráðherra hvort hann hyggist samhliða þessu frumvarpi beita sér fyrir því að tekið verði upp nýtt tollakerfi gagnvart þessum afurðum svipað og þekkist í Noregi, þar sem að Norðmenn búa við svipaða löggjöf en hafa stýrt þessum málum gegnum tolla. Það eru óaðskiljanlegir hlutir. Ég vil líka ítreka það að það blasir við að hundruði bænda eru komnir í þrot. Meðal annars hitt ég nýlega 3 bændur í Önundarfirði sem að standa frammi fyrir þessu fóru til fjárfestinga fyrir 5 árum sem þeim var ráðlagt að væri í góðu lagi. Og ég vil spyrja ráðherra hvort hann hafi yfirsýn yfir það á þessara stundu hversu margir kúabændur og sauðfjárbændur eru að hætta búskap. Og þetta hefur afar mikið að segja varðandi fæðuöryggi og enn að ítreka það hvaða hugmyndir ráðherra hefur úrræði gagnvart þessum bændum sem hafa verið í eðlilegri skuldsetningu en lent í þessum óvæntu hremmingum sem að sérfræðingar þeirra gátu ekki reikna út fyrirfram. Svo vil ég að lokum formaður halda því til haga að ég hef á fundum nefndarinnar frá því að fyrra frumvarpið var kynnt bæði óskað eftir því við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og utanríkisráðuneyti að fá gögn málsins. Og ég hef sundurlega það bæði bréflega og hér munnlega. Þau eru enn ekki komin nema litlum hluta. Og ég spyr þá kannski ráðuneytisstjórann sem hér svo hann hafði nú eitthvað hlutverk, hvenær ég megi vænta þessara gagna sem ég byrjaði að biðja í apríl. Takk fyrir. Halda því til haga það er nefndin sem hefur óskað eftir þessum gögnum og þau hafa borist með miklum hluta. En nú gef ég ráðherra orðið og það er all nokkuð sem hann hefur úr að moða núna. Fyrsta lagi formar bara þannig ég viti tíma sem ég hef, þannig ég geti svona kannski tekið til þessu. Öðru lagi þá hafði ég gert ráð fyrir að ég geti kannski gert einhver grein fyrir öðrum frumvörpum en auðvitað er það formaður og nefndin sem ræður og ég bara lít því mikill auðmýkt. Núna 10 mínútur og svo sjáum við hvernig framvindur. Já, ég held að ég geti séðan farið þá yfir frumvarpið ef að nefndin svo kýs. Fyrst varðandi þetta hvort það séu aukaatriði eða aðalatriði. Einu sinni í vor þá var það nú talið aðalatriði að við ræddum þessa matvælalöggjöf og þess vegna reyndi ég nú að gera grein fyrir henni og ég hygg að hún sé heilmikið aðalatriði vegna þess að hér er að ræða grundvallar löggjöf. Það var spurt hvort að ég varðandi þau mál sem að snéru að binda fjárhagslegri stöðu bænda. Þá eins og ég sagði hér upphafi, þá er það auðvitað þannig að fjárhagsleg staða bænda, þó auðvitað sé sérstað í öllum atvinnugreinum, þá er það auðvitað þannig að þessi stóru hlutir sem hafa verið að gerast í efnahagslífinu okkar og reyndar höfðu gerst áður með lækkandi gengi og hækkandi vöxtum, hafa samskonar áhrif auðvitað fyrir landbúnaðinn eins og annan atvinnurekstur, eins og fyrir rekstur heimilann og svo framvegis. Þannig að þau úrræði sem almennt er verið að reyna að grípa til eru auðvitað úrræði sem snúa beint að bændum sjálfum. Tvennt vil ég þó segja sérstaklega þetta í þessu sambandi. Menn hafa spurt er að vænta einhverja sérstakara ráðgjafar af hálfu okkar ráðuneytis til bænda og landbúnaðarins. Það er þannig að við lögðum á það var óskað eftir því af hálfu bændasamtökana að það yrði stærri hluta fjármunu sem að veittir í gegnum bændasamtökin til tiltekinna hluta yrði veitt til fjárhagsráðgjafar og við fjallumst á þessa breyttu nýtingu á fjármununum einmitt til þess að koma til móts við þessar þarfir sem hér er verið að með réttum hætti að vekja athygli á. Og í öðru lagi vil ég segja það að á morgun mun ég hitta forystumenn bænda, það er ekki fyrsta skipti, en ég ætla að hitta forystumenn bænda til þess að ræða einmitt þessi mál alveg sérstaklega. Það er rétt sem að Valgerður Sverrisdóttir sagði, við höfum ekki mikinn tíma til að lögfesta þessa matvælalöggjöf. Það er mjög margt sem knýr á þetta og það er rangt sem menn halda fram að það sé ekki hagsmunir sjávarútvegsins og útflutningsgreinanna í húfi. Það er einfaldlega þannig, það liggur fyrir margföldum bókunum og fundargerðum Evrópusambandsins, það liggur fyrir sem mat okkar nágrannaþjóðar Norðmanna, nákvæmlega með sama hætti og það er mjög knýjandi að þessu verður lokið núna í haust að mínu mati. Auðvitað, ég tel að þessi dráttur sem hefur orðið á þessu sé ekki að skaða okkur sem sakir standa en það er hins vegar alveg ljóst mál að ef við gefum út þá yfirlýsingu til þetta með núna að við ætlum ekki að afgreiða þetta í haust eða í vetur þá myndi það skapa, og ég ætla ekki að taka mjög djúpt í árinni, þá myndi það skapa mjög mikla óvissu fyrir okkar útflutningsgreinar og ætla ekki að hafa stærri orðum það. Þetta hefur allt saman legið fyrir og ég veit ekki annað en þetta hafi komið fram og ég veit að þeir sem hafa meðal annars að rætt þetta við nágrannar þjóðir okkar, þeim er þetta algjörlega ljóst. Ég hef verið spurður hérna það hvort varðandi tollverndina og Noreg. Ég hef nú sagt það að ég hyggist ekki beita mér fyrir því að lækka tolla á innfluttum landbúnaðarvörum og þóttu nú ýmsum ansið framsóknarlega talað. En það er hins vegar mín skoðun að þetta er verið þannig, ekki síst í þessu umróti sem núna er og vegna breytinga á matvælalöggjöfinni.
Þessar tollalækkanir sem að menn hafa fyrst og fremst verið að gagnrýna eru tollalækkanir sem tóku gildi 1. mars 2007, nokkur áður en ég tók við mínu starfi sem landbúnaðarráðherra, bara þetta mín ábyrgð, þetta var gert í tíð ríkisstjórnar sem ég satt í. En engu að síður þetta var ákvörðun sem var tekin og ég ætla ekki að segja, og það væri auðvitað algjörlega rangt ef ég héldi því fram að ríkisstjórnin hefði einhver áform upp það að snúa tilbaka frá þeim tollalækkunum sem að þá voru ákveðnar. Þannig að menn verður þetta bara að búa sig undir í meginatriðum það tollaumhverfi sem hefur verið, sem ég tel reyndar að sé fullnægjandi fyrir okkar landbúnað. Hér voru margar spurningar meðal annars frá Gunnari Svavarsinni ýmsa þætti varðandi kampylobakter. Ég veit ekki hvort ég náði að svara þessu öllu á þessum 10 mínútum þó ég reyna að tala hratt. Það er þannig eins og ég sagði, við höfum með skírskotun til reglugerðar frá 2003 möguleika vegna þeirra heimilda sem að EES-samningurinn veitir okkur, möguleika til þess að nýta þessa reglugerð, til þess að hafa með samskonar hætti verð fyrir okkar vegna innflutnings á kjöti sem hugsanlega getur verið smitað eða mengað og þessu verður beitt. Varðandi skoðanastofunar þá hafa komið fram gagnstæð sjónarmið. Ólafur Oddgeirsson dýralæknir hefur lagt fram greinargerð í þessum efnum sem að allir vita er mikill kunnáttumaður á þessu sviði. Hins vegar er sérstök eftirlitsnefnd með eftirlitsiðnaðinum sem er starfandi sem hefur önnur sjónarmið upp í þessum efnum. Það fólst ekki í orðum mínum áðan að ég teldi ekki að skoðanastofunar hefði getað starfað áfram á grundvelli þess frumvarps sem lagt var fram. Það var minn pólitíski vilji að þær getur starfað áfram. Ég var einfaldlega að segja það að frumvarpi gerir ráð fyrir eins og við vitum tilteknu ráðningarsambandi milli skoðanastofunar og Matvælastofnunar en ekki beint við fyrirtæki. Varðandi verðtilfærslurnar og það allt saman sem við vorum að ræða hérna í vetur, þá strandaði það mál vegna þess meðal annars að það komi fram athugasemdir einkanlega frá Samkeppnisstofnun. Ég er vísu efnislega ósammála þeim athugasemdum og það er að mínu mati veigamesti hluti þeirra lítur fremur að atriðum sem eru utan þess frumvarps og ég held að það sé rétt sem að Kjartan Ólafsson sagði hérna áðan að gildi þess frumvarps felst ekki síst í því að búa til samkeppnislegt umhverfi sem að tryggir okkar íslensku mjólkurframleiðslu. Það er verið að hverfa frá gamaldags vittlausum verðtilfærslum upp á mörg 100 milljónir króna þar sem að við notum með svona tilfærslu fyrirkomulagi færum úr einu vasi í annan til þess að halda niður í einni tegund, verði á einni tegund og halda upp í verði á annarri tegund og það skapar auðvitað mjög einkennleg samkeppnisleg skilyrði þar sem að samkeppni verður fyrst og fremst á mjög afmörkuðu sviði þar sem að myndunin er svona bjöguð og ég held þess vegna að sé sameiginlegt keppikjöflu okkar sem að viljum veg landbúnaðarins og afurðastöðva hans sem mestan að við reynum að breyta þessu máli. Við erum bara einfallega ekki komin að niðurstöðu. Það er tölver sem ber þarna í milli og við viljum auðvitað reyna að finna lausn sem að getur verið viðunandi en þetta er mín skoðun. Og það kannski svara líka þá spurningum hérna Helga Hjörvar. Það hefur líka verið komið hér, Atli Gíslason spurði úrræði vegna einokunar eða fákeppni í smásölu. Það vil ég auðvitað segja að þetta er auðvitað á forræði annars ráðuneytis og ráðherra og ekki kannski viðeigandi að ég tjái mig mikið það. Ég hef hins vegar hvatt til þess að nefndin ræddi þessi mál í tengslu við þetta frumvarp. Ég hef hins vegar rætt þetta sjálfur við fulltrúa smásala og meðal annars þeirra stærstu sem hafa til dæmis sagt að þeir væru tilbúnir og sagt mér að ég mætti hafa það eftir þeim að þeir væri tilbúinir til þess að hverfa frá eins umdeildu skilaskyldu sem að margir hafa talið að væri sérstaklega til þess fallin að veikja stöðu íslenskara framleiðslu á kost og gagvart innfluttri framleiðslu. Mér finnst þetta að vera atriði sem að vel mætti koma til umfjöllunar og umræðu en þetta auðvitað snertir ekki beinlínis hætt með þessu fyrirkomulagi, þessu matvæla frumvarpi. Tollakerfi eins og í Noregi, ég held ég hafi svarað því. Það hefur verið rætt þörfut þorskeldið, hvar stendur málið, spurði Valgerður Sverrisdóttir og Karl Vaf Matthíasson. Málið er það að þetta hefur verið í vinnu í nefnd á minnum vegum þar sem að hafa setið miklir sérfræðingar. Nefndin hefur ekki að öllu lokið störfum, hún hefur ekki skilað sinni skýrslu og þegar hún kemur þá held ég að gæti verið fróðlegt fyrir nefndin að fá umfjöllun þetta. Það er hins vegar ljóst mál að kjarninn í þessari skýrslu lítur meðal annars að því með hvaða hætti við getum staðið að seiðaframleiðslu fyrir þorskeldið. Því það er ljóst mál að framtíðin mun liggja í aleldinu, í seiðaeldi og eldi frá byrjun.
Varðandi kræklingaræktina sem Karl Matthíasson spurði þá hefur það líka mínum vegum verið unnið að því. Það liggur fyrir skýrsla nefndar og ég hef lýst því yfir að ég muni verða og muni framkvæma þær tillögur sem þar eru að fullu og öllu. Við óskum, það hluta af því að setja niður svona samráðsvettvang til þess að halda utan þessa hluti og við höfum óskað eftir tilnefningum í það og þær tilnefningar hafa ekki borist, þannig við gátum ekki klárað skipa nefndarinnar, en ég trúi því að það verði á næstu dögum ef ekki og allra síðustu lagi næstu vikum. Varðandi sameiginlegar rannsóknir með nágrönnum okkar þá það auðvitað bara áhugavert og jákvætt og ég veit að Karl Matthíasson hefur beitt sig fyrir því á vettvangi vestræna norræna þingmannaráðsins. Svo hefur verið talsvert mikið rætt byggðakvótann og það alveg rétt. Ég vil þó segja það. Lögin byggðakvóta ekki mjög gömul og það tókst eins og ég hef margoft ítrekað sá einstæði atburður að það var samkomulag á Alþingi á síðasta kjörtímabili með hvaða breytingar þar urðu á og ég held að þær breytingar hafa almennt talað verið til góða. Það voru alls konar svona agnúar og skafvangar á svona framkvæmdinni sem að fyrst og fremst lutu að því að við vorum að fara hérna inn í nýtt umhverfi, við vorum að gera miklu strangari formkröfur og sem að svona leiddu til ýmissa hnökra. Ég held hins vegar og það rétt sem Valgerður sagði að við vorum að útluta kvótunum allt of seint miðað við það sem við ættum að gera. Nú erum við eiginlega búin að vinna upp þann hala. Löggjöfin þannig garði gerð að við getum ekki útluta til að mynda byggðakvóta fyrir þetta fiskveiðiár sem hófst 1. september fyrir að liggja fyrir tölur mannfjölda 1. desember. Ég geri hins vegar ráð fyrir því að útlutun byggðakvótans muni þá geta átt sér stað, vonandi þá bara fyrir áramótin. Ég ekki að segja að það verði jólagjöfin í ár, en það verði þá vonandi fyrir áramótin. Og ég held að reynslan okkar núna til að mynda úthlutinn á síðasta fiskveiðiári segja okkur það að þessi praktísku annmarkar og vandamál sem uppi hafa verið, þau eru minni heldur en áður. En þessi vandamál hafa meðal hans lotið að því að það mjög afdráttarlaust kveðið á það að þeir sem að fá byggðakvóta verði að landa áður tvöföldu því magni til vinnslu í heimabyggðinni. Og þetta hlutur sem að hefur dálítið vafist mörgum, það hafa komið upp aðstæður sem að hafa gert þetta erfitt og svo framvegis. Það virðist vera svona álitamálin geta verið margvísleg og stundum snúin en þeim að fækka. Og þannig ég held að við séum á góðri leið með þetta þó að við getum örugglega alltaf gert betur. En ég ítreka það ég síðan tilbúin og sjálfsögðu til þess að fara þó í stuttum máli væri yfir þessi frumvarp og tillögur sem ég með hérna. Þorskaflinn fyrirgefðu, það var ekki allir minna að skauta fram hjá því. Það einfaldlega þannig eins og ég hef sagt áður að við höfum auðvitað verið upp fyrir haus undanfarna daga að hugsa aðra hluti og þetta hefur ekki þess vegna komist á neina alvöru dagskrá. Ég vil hins vegar segja þetta almennt og það verður að duga þessum svarið. Ég held að við eigum ekki að vera með einhver panikviðbrögð. Við erum núna sem ríkisstjórn og í mjög góðri samkomulagi við stjórnarandstöðuna að við reyna að takast á við það miklu vandamál sem þjóðin stendur frammi fyrir og ég held að þessi skynsamlegast hjá okkur núna að reyna að ná utan þau mál og síðan hyggjum við að ýmsum öðrum þáttum málsins. Ráðuneytisstjóri, það var beint einni spurningu til þín og ef þú vildi bæta við einhverju öðru? Já, nei, ég held ég bara við það að varðandi gögn málsins sem að Atli nefndi, þá veit ég nú ekki annað en það sé búið að senda nefndinni öll þau gögn sem tekist hefur að skrapa saman. Ég veit að utanríkisráðuneytið tók saman ýmsar upplýsingar, punkta frá fundum og frásagnir sem að það eru til. Ég held að staðreynd málsins sé hins vegar sú að það hafi ekki í öllum tilvikum verið skráðar neitt ítarlegar fundagerðir af samningafundur sem haldin hafa verið. Svo annað sem ég get greint frá og við kannski liggjum það á núna en stendur til að koma til nefndarinnar. Það var það ráðið milli mín og yfirdýralæknis í ágústmánuði. Hann skrifaði skýrslu frá sínum sjónarháli, lýsti atburðarásinu frá sínum sjónarhóli, hún liggur núna fyrir. Álitsgerð Peters nokkur Stýrberg sem lagakennari hérna við HR og lögfræðingur út í Brussel sem í þýðingu sem barst okkur snemma í september og er eitt af grundvallargögnum fyrir því sem ráðherra hefur tjáð sig varðandi varnir gegn kampýlóbakter. Því verður komið til þingsins núna. Svo og álit Ólafs Oddgeirssonar 3 afmörkuð atriði sem hann lét okkur í. Ef þið eru ekki þegar búin að fá það, ég bara man það ekki hvort það verið komið í gögnum. En það ég get lofað ykkur því það stendur ekki til og mun ekki verða legið á einum einasta pappírsnifsi sem okkur kunnugt að sé til og varðar þetta mál.
má ekki röstu. Það er mælendarskrá og Grétar Mar var fyrstur. Já, ég ætla nú að byrja á því að spyrja ráðherrann hvort hann viti hvað skuldir sjávarútvegs eru miklar í dag. Fyrsta lagi. Öðru lagi, hvað ætlaðar tekjur sjávarútvegs eru á árinu í ár. Og í þriðja lagi, hvað framlegð í sjávarútvegi er á þessu ári. Og ég spyr vegna þess að ég tel að skuldir sjávarútvegs orðnar svo miklar í dag að þrátt fyrir hátt gengi og hátt verð í krónum talið fyrir afurðina, þá nái það ekki að bjarga þessum fyrirtækjum fyrir svo utan það að kvóti hefur lækkað í verði úr 4.200 krónum fyrir 1,5 ári síðan, þá er ég að tala um þorskkíló, niður í 2.000 til 2.400 krónur í dag. Þannig að veðköll hljóta að fara fram hjá nýjum bönkum núna varðandi öll sjávarútvegsfyrirtæki í landinu. Og gengisfellingin, þar sem flest sjávarútvegsfyrirtæki eru með 80% eða jafnvel meira af sínum skuldum í erlendum gjaldmiðli, þá sýnist mér að flest sjávarútvegsfyrirtæki séu í mjög alvarlegum málum. Ég spyr af hverju, hvað skuldar sjávarútvegurinn. Ég get svo sem svaraði sjálfur, það er sennilega starf á bilinu 450 til 500 miljardar. Tekjur sjávarútvegsins voru ætlaðar 145 miljardar en alls sjávarútvegs. Og svo hvað er framleiðin? Ég spyr að þessu að því að mér finnst þetta þurfa að koma fram og þetta er mjög alvarleg staða og ég get ekki betur séð heldur en að ríkisbankarnir eigi orðið allan kvótan aftur. Þessi svokölluðu ríkisbankar nýju, að kvótin sé orðin í þeirra eign aftur út af því að þeir eiga og þeir standi ekki undir veðum þessi fyrirtæki. Eigið fé þessara fyrirtækja fyrir ári síðan í síðustu ársreikningum var mikið á bilinu 20 til 30%. En með gengisfellingu upp á 50-60% þá hefur allt eigið fé þessara fyrirtækja horfið í rauninni. Þannig að ég sé ekki annað en að það blasi við að flest sjávarútvegsfyrirtæki í landinu því nú andskotans ver séu nánast komin í gjaldþrot. En auðvitað ef það er bætt við 100.000 tonnum af þorski að þá myndi það laga stöðuna verulega fyrir sum af þessum fyrirtækjum. Sum eru kannski þeirri stöðu þess að er ekki hægt að laga stöðu þeirra en það er ljóst að það eru mjög miklir erfiðleikar framundan í sjávarútvegi. Þrátt fyrir það við myndum bæta verulega við þorskóta og koma með 60 miljardar inn í út af þorski, ef við veitum 100.000 tonn. En ég ætlaði bara að fá að bæta einu við, það eru nefnilega fullt af tegundum á síðasta fiskveiði ári sem náðust ekki, brunnu inni eins og við köllum. Það veitist ekki allur ufsakótin, það veitist ekki ísukótin, það veitist ekki karfin, djúpkarfin, úthafskarfin, steinbítur og rækja. Þannig að út af því að það vantaði þorsk, meiri þorskveiði, þá brunnu inni þessar tegundir. Takk fyrir þetta, Grétar. Jón Gunnarsson er næstur. Já, ég vil nú bara koma inn á það formaður að það er hálftími eftir að þessum fundi. Ráðherra hefur náð að gera grein hér fyrir einu máli af 8 sem er á listanum hjá honum og þetta er nú að þróast í það sem að ég hræddist í upphafi að þingmenn ráða náttúrulega ekki við sig þegar að fjölmiðlar eru komnir á staðinn og það þarf að færa hér það leikrit sem að setja á laggirnar oft inn í þingsölum inn á nefndafundi sem er þó sá vettvangur sem við höfum getað haft svona málefnalega og góða umræðu málin og ég mér sýnist þetta nú svona vekja efasemdir það að þetta geti gengið með þessum hætti og þetta er mín athugasemd núna. Já, Atli? Já, ég bara taka fram, ég vil nú andmæla þessu, ég tel að umræða hér hafi verið málefnileg og þörf og nefndafundir hafi ekki gengið fram með öðrum hætti verið hefur.
varðandi það sem að Sigurgeir sagði. Nei, ég verður að svara þessu sem beint að mér hérna. Sko, ég ekkert að gera lítið úr þeirri umræðu sem hér fer fram. Hún á fullan rétt á sér, en hún komin langt fyrir utan efni málsins. Við erum hér til að ræða sko þau málefni sem að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra ætlar að leggja fyrir þingið í vetur. Við höfum til þess 1,5 tíma og þessi umræða komin langt út fyrir efni málsins og dugar náttúrulega engan veginn til þessi tími til að ljúka þessar umræðu. Já, Atli hefur orðið. Já, ég bara ítreka það varðandi þessu gögn að ég lagði frá sundurliða beiðnir upplýsingar. Meðal annars, meðal þeirra gagna sem vantar en sá samningur sem gerður var við ESB innleiðingu matvælalöggjafar sambandsins. Ég hef ekki séð það með þá. Ég hef ekki séð þær kröfur sem þar hafi gerð. Bara að halda því til haga. Og ég ætla að hafa þetta nóg í bili. Þakka fyrir þetta, Atli. Ég bið ásökunar á þeirri truflun sem varð. Kjartan? Já, það er bara rétt aðeins í varðandi þorskeldið. Eðli málsins samkvæmt þá hefur ráðherrann ekki mikið tíma til að svara einstökum málum hér. En af því að það var aðeins einni spurningu beint til ráðuneytisstjóran, þá hefði ég aðeins viljað fá Sigurgeir til að segja aðeins sitt álit einmitt eldi almennt dýra, vegna þess að mér finnst og fannst mjög ánægjulegt að koma vestur, en menn vildu sjá sko ræktunar áformin skila sér á 2 árum. Það er að segja ræktunarstarfið. En við sem hefum einhvern smá þekking á ræktunarmálum, þá vitum við að það er áratuga verkefni. Og þess vegna held ég að vera gott að fá Sigurgeir svolítið til að fara yfir þannig að menn fær nú ekki að fara hér í einhver óðagott út í einhver svona ládýraævintýr eins og gert hefur verið fiskeldisævintýr og svo framvegis. Þess að þetta er langtíma verkefni að mínu mati. Já, til þess að inn í þessa umræðu þá eru nú ágætar fréttir af loðdýrabændum þessar myndir eins og aðalfundur þeirra sýndi síðustu helgi og hefur verið í fréttum, en Karl er næstur. Já, ég mjög ánægður með hennar fund formaður og þó hann fari ekki algjörlega svona nákvæmlega eftir bókinni, þá erum við náttúrulega að byrja þessu starfi hérna í þinginu og mér finnst bara gott að þó menn fari svona aðeins og fá að tjá sína skoðanir málefni okkar greina svona almennt, hvort sem það er stjórnarandstöðumenn eða stjórnarþingmenn. En hins vegar held ég að við ættum að gefa mjög í sambandi við þorskeldið. Það voru fréttir það ekki fyrir löngu að Norðmenn hyggist framleiða 200.000 tonna þorski. Það var nú reyndar ekki talað það á hversu löngum tíma það er. En sá massi er 70.000 tonnum meira af þorski heldur en allur íslenski fiskiskipa stöðin er að veiða. Og svo er annað sem er mjög ánægjulegt og var mjög ánægjulegt við þessa ferð vestur á firði og það sem við sáum náttúrulega margt gott eins og í sambandi við skógræktina, skjólskógana og svo búin sem Atli var að nefna hérna áðan og þær ábendingar sem við höfum fengið stöðu bænda og það náttúrulega er tilefni til að náttúrulega bara hnykkja á því og að við séum vakandi og yfir því að bændur fari ekki í þrot og að þeir sem eru komnir í þrot að við reynum að gera einhverjar ráðstafanir sem eru raunverulegar til að greinin haldi áfram og verði stöðu. En þetta með þorskeldi bara vil ég sko segja að þar hélt á þessum fundum okkar fyrir vestan hélt Aðalsteinn Óskarsson erindi þar sem hann talaði að hafið væri akur. Og möguleikarnir í því eru náttúrulega allt aðrir heldur til dæmis með laxinn af því að þorskurinn er í sínu náttúrulega umhverfi þar sem við erum með kvíarnar og allt það. En svo er bara eitt sem ég langar aðeins að spyrja ráðherrann hvort að menn velti því eitthvað fyrir sér í ráðuneytinu svona eignarhaldið í útgerðinu á landinu. Er það að þjappast saman? Eru komin mikið svona kross-eignar tengsl eins og var í þessum sjóðum sem að hafa nú hver á fætur öðrum verið að fara og hvort að umræða sé að útgerða mynstrið sé eitthvað að breytast þannig að það sé að verða einsleitara, hvort að fjölbreytni útgerðarinnar í landinu sé
eitthvað að breytast þá á jákvæðan eða neikvæðan hátt. En það er eins og ég segi, maður getur náttúrulega að tala hér í allan dag formaður. Ég þekki það. Svo ég læti staðanum. Takk fyrir. Það er ekki nokkuð vafa því að þingmenn hafa ýmislegt fram að færa. Þá er það næst Valgerður. Já, takk formaður. Þakka nú ráðherra fyrir svörin sem að voru nú ágætt að flestu leyti allavega. En það sem að eins og ráðherra heyrir þá erum við dálítið upptekin af fiskeldi og þorskeldi. Og við megum ekki láta það hindra okkur að það hafi ýmislegt gerst í fortíðinni. Auðvitað er þið farið með öðrum hætti í fiskeldi í ár heldur eða nú heldur var þá. En mér langar til þess að velta því upp hvort að það gæti ekki alveg komið til greina að ríkisvaldi kæmi að þessu mikilvæga máli sem er seiðaframleiðslan. Nú er það staðreynd að ríkið er meira og minna komið inn í rekstur á Íslandi aftur. Það hluti gerst á síðustu dögum sem er nú einfallega þannig að ég vil velta því upp hvort að ráðherra útilokar það nokkuð að það gæti verið möguleiki að ríkið kæmi þarna með útgerðinni þá að því að bæta úr hvað þetta varðar. Nú svo langar maður að segja aðeins í sambandi við þorskaflan og þorskveiðar að þessi 130.000 tonn sem að nú eru veidd að þorski að það er kannski ekkert að segja að það sé svona einhver algjörlega nákvæm vísindi því að Norður Atlantshafs fiskveiðiráðið mælti með 150.000 tonnum. Þannig að miða við það að í fyrra var sagt eða þegar þessi ákvörðun var tekin fyrst var sagt að aðstæður væru það góðar í þjóðfélaginu að það væri svigrúm til þess að fara svona langt niður. Nú hafa aðstæður í þjóðfélaginu náttúrulega gjörbreyst þannig að það er spurning hvort að þarna er ekki eitthvað svigrúm sem myndi strax hjálpa og svo vildi ég segja að því að það er meiningin, sýnist mér að breyta eitthvað lögum stjórn fiskveiða að það skapar mikla óvissu. Það er nú nóg óvissan í greininni þó að það bætist ekki við að nú virðist vera eins og ég fara að breyta lögunum stjórn fiskveiða og þess vegna finnst mér mikilvægt ef ráðherra gæti áður en fundi líkur rétt aðeins farið inn á það. Ég veit að þetta er viðkvæmt mál á milli stjórnarflokkana en engu að síður að þá vildi ég nú gjarnan heyra hvort að það er nokkuð grundvallar breyting sem sé í undirbúningi. Takk. Já, það er það er ein spurning viðbót frá Gunnari Svavarssyni. Já, formaður, ég vil nú ítreka það að verklag þingsins og verklag þessara funda sem að forsætisnefnd ákvað er mjög stíft og mér datt nú í hug þegar ég kom á fundin og eins og því ég hef setið undir þessu eins og fyrir 100 árum síðan þegar skipstjórinn, út af því við erum sjávarútvegsnefnd, þegar skipstjórinn hrópaði látið í hljómsveitin að spila áfram og ég vil ítreka það hér að formaður komi hér þessum upplýsingum á framfæri eða þessum fundi á framfæri, menn geta skoðað hann aftur til forsætisnefndar og það verið borið sama við hinn stífa prótokól sem við höfum hér á þinginu. Hefur ekki að ræða þetta form á eftir að við heldum okkur efnisatriðin? Ég er með orðið hér og í þessu tilfelli þá vil ég bara ítreka það að ég vil þakka fyrir svör við þessum 4 spurningum sem ég fékk hér áðan og ítreka þessar 3 sem út af standa. Við veit að tími ráðherrans samkvæmt verklaginu er mjög skammur en það var umræðum heimavinnsluna sem við höfum tekið fyrir hér í landbúnaðarmálum vítt og breytt hringinn í kringum landið. Það eru ákvæði í frumvarpi sem að boða hér ríkisjarðir og síðan þriðja sem út af stendur það eru skógræktarmálin sem að eru þá samin á milli umhverfis og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. Þakka fyrir þetta, ráðherra, ef þú myndir þá koma inn í þetta núna. Já. Það fyrst aðeins það sem Grétar Mar var að tala þá er það auðvitað þannig við erum auðvitað að reyna að setja hlutin í rétt samhengi. Það er auðvitað ljóst mál að þegar að gengisvísitalan slær upp í 230 þá hækka skuldir í sjávarútvegi eins og öðrum atvinnugreinum þar sem er að ræða erlendar skuldir. Og við skulum nú ekki fara að taka einhverja punktstöðu á efnahagsreikningum sjávarútvegsfyrirtækjanna og segja þegar að gengið er að slá niður með þessum hætti að þá sé það til marks það að sjávarútvegurinn sé búin að missa sitt eigið fé. Það er auðvitað ekki þannig. Og við erum ekkert að horfa til þess að gengisvísitalan verði í þessum hæðum eða lægðum þegar að framlíða stundir og það skapast hér efnahagslegt jafnvægi að nýju. Auðvitað er það þannig að almennt talað fyrir sjávarútveginn eins og aðrar útflutningsgreinar þá er lægra gengi hagstæðara heldur en háa.
og mjög oft höfum við kvartað undan því að því háa sterka gengi íslensku krónunar hafi verið að leika íslenska sjávarútveg grátt. Gengi núna er hins vegar allt of veikt og það vitum við og þurfum ekki að hafa mörg orð það og það mun auðvitað breytast. Hins vegar það þannig þegar við skoðum þróunina sem auðvitað ánægilegt að þrátt fyrir niðurskurð í þorskafla og þrátt fyrir erfiðleika til dæmis í loðnuvinnslu á síðasta fiskveiðiári, þá það þannig að útflutningstekjur sjávarútvegsins á milli fiskveiðiára, það að segja frá 2006-2007 til 2007-2008 voru að aukast og það auðvitað mjög ánægilegt. Og ef við skoðum sérstaklega þorskinn, þá gerðist það líka þannig að útflutningsverðmæti í þorskinum jókst og fyrir því voru tvær megin ástæður. Annars vegar þá hækkaði afurðaverðið í þorski að hluta til vegna þess að það minna framboð frá Íslandi og vegna þess að við höfum góða stöð á mörkuðunum en enn fremur vegna þess að gengi krónunar hefur verið að lækka. Það þýðir auðvitað það að undirliggjandi rekstur í sjávarútvegi hefur verið sterkur. Ég held að þessi rangt hjá Grétari Mar að það sé yfirvofandi veðköll í bönkunum vegna þess að bankarnir horfa líka til þess, ekki síst að þessari stöðu núna, að það rýður mjög á fyrir þjóðarbúið að halda hér áfram ótruflaðri útflutningsframleiðslu og sjávarútvegurinn eins og menn vita hryggstykkið í því. Og það líka þannig að menn horfa þetta líka til rekstrarafkomunnar þegar verið að skoða hvort að menn séu með skuldir sínar í hættu. Menn horfa ekki bara á eitthvað afbrigðilegan tíma, stuttan afbrigðilegan tíma í þessum efnum. En þetta auðvitað vandamál og þetta eitthvað sem við erum að glíma við og það rétt á Grétari, skuldarnir auðvitað of miklar við þessar aðstæður og tekjurnar hafa verið þróast með þeim hætti sem var að segja. Það þýðir það, því hann spurði sérstaklega framleiðina, að framleiðinu þessa mundir há. Framleiðin í sjávarútvegi, það að segja, sem eins og það heitir, það að segja tekjur þegar búið að draga frá óregluleg gjöld, þá er framleiðin há. Aðeins varðandi, ég verð nú að fá að halda áfram, aðeins varðandi þorskeldið sem hér hefur verið talað þá það bara rétt og ég tek undir það sem að Valgerður sagði, að við megum ekki láta erfiðleika í fortíðin í fiskeldinu blinda okkur sýn eða hamla því að við tökum á í þessum efnum. Það sem ég held að skipti hins vegar öllu máli í þessum efnum það að útgerðin, þar að segja atvinnulífið, leiði þessa vinnu og ég held að þar með fáum við ábyrgari þorskeldi og við fáum líka, nýtum þar með þá miklu þekkingu sem í þessu og það eitt sem við höfum sem forskot í þessum efnum umfram Norðmenn og það það að það eru okkar sjávarútvegsfyrirtæki sem eru leiðandi í þorskeldinu. Í Noregi það miklu frekar fjárfestar, þannig hjá okkur það þannig að þessi mikla þekking á vinnslu fisksins, meðhöndlu fisksins, geymslu fisksins, úrvinnslu, markaðssetningu, hún til staðar og það hefur þið örugglega séð fyrir vestan þegar sáuð hvernig fyrirtæki eins og hraðfrystuhús Gunnvör sem eru auðvitað stærst og leiðandi á þessu sviðum og fleiri fyrirtæki hafa verið að nýta sér þessa miklu þekkingu. Valgerður spurði hvort það kemur til greina að ríkið koma að þessu. Já, mér finnst það koma til greina. Mér finnst það koma til greina að ríkið taki þátt í því með aðilum að byggja upp seiðaeldisstöðina og ég lít þannig á þetta sé ákveðin svona innri gerð samfélagsins, hvað sé eins og maður kallast á útlensku svona infrastruktúr. Og mér finnst það koma til greina en ekki þannig að við séum en það þarf auðvitað að tryggja það að reksturinn séu borin upp á tekjum sem að koma af seiðasölunni en ekki annað og þetta kannski eitt af því sem við skulum skoða. Varðandi spurningu Karls eignarhaldið hefur það verið að þjappa saman, við vitum hvernig þróunin var en það hins vegar athyglisvert á síðasta fiskveiðiári sem margir höfðu spáð að yrði ár hinna miklu uppstokkana í sjávarútvegi vegna minnkandi þorskafla, þá gerist það ekki. Og ástæðurnar eru tvær. Annars auðvitað það að útgerðarmenn hafa ekki hagsmuni af því að selja frá sér aflaheimildir þegar þær eru í lágmarki og öðru lagi hefur auðvitað fjármagnskreppa gert það að verkum að það hefur verið erfiðara með fjármögnun í þessum efnum. Það er rétt að það hefur lækkað verð á kvótum og þeir sem hafa til dæmis talað að það sé alveg ómögulegt að komast inn í sjávarútveginn vegna þess að kvótaverðið svo hátt, hljóta að fagna því mjög þessari þróun. Ég ætla ekki út af fyrir að taka afstöðu til þess en þeir sem hafa verið að tala í þessum efnum sem eru hér ýmsir inni og hafa verið að tjá sig, hljóta að vera að fagna þessu og þegar menn tala það að þessi kvóti sé núna komin í eigu ríkisbankana og þetta sé alveg ferlegt, þá hljómar enkanlega í samhengi við talmanna að menn hafi fengið þessa kvóta alla gjöf. Varðandi, þannig að svariði þetta, eignarhaldið í sjávarútvegi hefur oft breyst meira en auðvitað verða alltaf breytingar í eignarhaldi og við kunnum sögur núliðinni fortíð það að það voru mikla breytingar.
framleiðina. Ég var að segja það að framleiðin hefði aukist. Há en ekki hvað prósentún er. Ég er ekki að fara fram á hún sé akkurat. Fyrirgjöðu Grétar, ég kann ekki nákvæmlega, þær tölur eru auðvitað mjög mismunandi og þær liggja ekki fyrir, vegna þess að ársreikningar fyrirtækjanna liggja ekki fyrir í heild sinni. En ég veit að framlegðin þessar mundir er há sem betur fer. Hún var lægri á síðast ári þegar gengið var sterkt. Varðandi það sem að Valgerður spurði hérna breytingar á stjórn fiskveiða, það hérna nefndi hérna í frumvarpunum, þá hér gert ráð fyrir því að í fyrsta lagi þá séum að ræða frumvarp sem felur í sér að auka geymsluréttin í kvótanum og ég þarf ekki að útskýra hvað átt erum með því, sem almennt talað 20%, aukan upp í 33%. Til þess að auka sveigjanleika, til þess að koma í veg fyrir það að kvóti brenni inni, til þess að koma í veg fyrir það að menn stundi stjórnlausar veiðar og farið kannski að beina sókninni í smærri fisk og svo framvegis og auki þannig óhagræðið. Ég held að það sé rök með því að gera þetta og líka fiskifræðileg rök. Öðru lagi þá eins og við höfum vita, þá lögðum við fram frumvarp frístundaveiðarnar. Það var ekki afgreitt og niðurstaðan var sú að það var sett á laggirnar nefnd sem var að fara yfir þau mál. Svo nefnd hefur ekki lokið sínu störfum, þannig ég get ekki sagt hver niðurstaðan verður en ég stefna því að frumvarpum það verði lagt fram í vetur. Varðandi síðan það þannig að það gert ráð fyrir því að það verði lagt fram frumvarpum umgengnum nytjastofna sjávar sem byggir á hugmyndinum það að auka aðgengi fiskvinnslunar að óunnum fiski. Og ég vonast til þess að það mál nái fram að ganga. Það byggir á starfi nefndar sem uppálega leitt af Einari heitnum Oddi Kristjánsinni og síðan af Illuga Gunnarsinni og áttu síðan sæti fulltrúar fiskvinnslu og útgerðar og hefur komist að niðurstöðu og felur það í sér að fiskur sem fluttur yrði annars óunnin á markað, hann skuli fara inn í gegnum kerfi fiskmarkaðana þannig að menn hafi möguleika á því að þær upplýsingar geti legið þar fyrir með þeim hætti að menn hafi möguleika á því að bjóða í þennan fisk og þannig held ég að aðgengið á fiskinum verði auki. Þetta kemur í kjölfarið á ákvörðun minni að fella niður útflutningsálag á fiski sem tók gildi fyrir rúmu ári síðan. Og loks vil ég nefna því menn voru að spyrja hérna svona sjávarútvegstengdu þættina í frumvörpunum, þá vil ég nefna hér lögin skiptaverðmæti og greiðslumiðlun. Það ljóst mál að það stendur á okkur krafa að breyta þessu fyrirkomulagi. Það ekki talið að þetta fyrirkomulagi standist stjórnarskrána. Hins vegar það sem hefur staðið í okkur að gera það að breyta þessu með þeim hætti að við setjum ekki upp í loft hagsmunasamtakana og ég þeirra skoðunar að við þurfum að hafa góð og öflug og sterk hagsmunasamtök og þetta bara balans sem við höfum ekki ennþá búin að finna. Þá komið að spurningunum hans Gunnar sem ég átti eftir að svara og það var ekki ætlun að skauta fram hjá því. Varðandi heimavinnslu þá það mikið áhugamál hjá mér. Ég veit að bændur hafa mikið áhuga á þessu og við höfum bændasamtakanir unnið í þessum efnum. Ég setti síðan á laggirnar sérstaka nefnd undir forystu Jóns Gunnarssonar þar sem ég sæti meðal bændur, ferðaþjónustuaðilar, afurðastöðvarnar og fleiri sem að fara yfir það með hvaða hætti við getum greitt fyrir þessu. Og ég held að ég ekki að segja að þetta sé stóra máli sem redda landbúnaðinum, en þetta eitt af þeim málum sem að örugglega mun hjálpa til í landbúnaðinum og örugglega skapar svona nýja markaðsmöguleika og svar við mikilli eftirspurn. Varðandi ríkisjarðirnar þá liggur það frumvarp ekki endanlega fyrir. En hins vegar það þannig að það hefur verið svo að vegna þeirra verðþróunar sem hefur orðið á ríkisjörðunum, ekki ríkisjörðunum, þetta almennt á jarðnæði á Íslandi, þá eins og maður vita þá þær reglur í gildi að hafi bændur setið sína jarðir í 7 ár eða lengur, setið þessar ríkisjarðir fyrir í 7 ár eða lengur, þá hafa þeir automatískan rétt til þess að kaupa þær á grundvelli tiltekinna verðlagningar og við svona, það sem við hér að skoða eru svona álitamál þessu tengt. Við ekki komið lengra með máli eins og það heyrir þess að tala dálítið almennt þetta en það eru þarna álitamál uppi meðal annars vegna verðþróunar á jörðum sem að við þurfum að skoða og fara aðeins yfir. Síðan eru minniháttar breytingar sem að þarf í sjálfu sér ekki að fara yfir. Býtunum við, það var fleira. Skógræktin, já. Og Karl Matthíasson spurði líka skógræktina. Það bara þannig að samkvæmt lögum þá ber sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra að leggja fram skógræktaráætlun eða framkvæmda áætlun til landshlutaverkefna í skógrækt til 10 ára. Þessi mál, þessi hluti skógræktarinnar, hinn bændaskógræktin sem hún heyrir undir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið, þess vegna þetta mínu verksvið og þarna fer fram hinn eiginlega skógrækt í þeim skilningi, langt mestu leyti, fyrir utan auðvitað skógrækt eins og Atli Gíslason og fleiri góði menn stunda. Þetta auðvitað tengist líka umræðum kolefnisbindingar og þess áttar. Við settum í þeirri skógræktaráætlun sem í gildi, settum fram ákveðin markmið
það að 5% skógarþekju á landi undir 400 metra hæðalínu yfir sjávarmáli næðist á 40 árum. Við höfum ekki treyst okkur til að setja það mikið fjármagn í þetta og ýmsum öðrum ástæðum að það markmið sé líklegt til að nást. Þannig að þessi fjárhagslegi rammi þarf auðvitað að ráða því ansi mikið. Nú held ég að ég sé búið með spurningarnar. Ég vona að komist aðeins að í restina en nú vil ég gefa fulltrúum þingflokka tækifæri til þess að koma með stuttar athugasemdir. Hver vill vera fyrstur? Valgerður Gjörsvar? Já, ég get alveg byrjað. Ég þakka fyrir þessar upplýsingar sem hafa komið fram á fundinum og tel nú að þetta sé býsna áhugavert form sem við erum að taka upp hérna. En ég vil líka lýsa ánægju með þau orð ráðherra að hann telur ekki útilokað að ríkisvaldi geti komið eitthvað að seiðaframleiðslu í sambandi við þorskeldi þó að útgerðin yrði þar að sjálfsögðu í forystu. Það fannst mér þetta að vera góð yfirlýsing og eins það að það ekki að gera grundvallar breytingar á stjórn fiskveiða en vissulega samkvæmt stjórnarsáttmála eitthvað starf að fara í gang sem að lítur að því máli sem maður veit náttúrulega ekki hvar endar en mér finnst bara mikilvægt eins og rekstrar umhverfið í dag í sjávarútvegi og landbúnaði að greinin búi ekki við meiri óvissu heldur en nauðsynlegt með því að stjórnvöld sé að skapa henni líka óvissu. Nú svo vildi ég gjarnan aðeins segja að því loðdýraræktin var nefnt hérna aðeins áðan að það hefur nú oft verið svona frekar neikvæð umræðu hana en það nú þannig að það hafa aldrei fleiri minkalæður verið settar á en einmitt núna. Það nú ekki aldeilis þannig að þessi atvinnuvegur sé eitthvað horfin úr landinu, þetta nú staðreyndin og loðdýrabændur þeir hafa verið að standa sér alveg sérstaklega vel hvað varðar gæði framleiðslunar og eins frjósemi þannig að þetta vildi nú bara að kæmi í stað. Nú síðan vil ég segja sem náttúrulega kannski ekki tími fyrir ráðherra að svara núna en auðvitað eru stór mál á döfinni þegar við lítum út fyrir landið okkar og þá ég að hugsa alþjóða viðskiptastofnunina það varði ekki af samningum þetta í sumar Doha samningarnir fóru fyrir bí en það spurning hvort að það bara einsetning kannski það í lokaorðum hvort að það áfram unnið að því að ná samkomulagi innan stofnunarinnar en svo vil ég bara þakka fyrir fundin. Takk fyrir þetta Valgerður. Grétar? Já, í fyrsta lagi þá skaut ég nú á að væri 450 milljarðar heildarskuldir sjávarútvegsins. Þú svaraðir ekki þeirri spurningu eða leiðrétti mig, þannig að ég held að ég sé að fara með nokkuð nálægt. Tekjur sjávarútvegs á árinu, þú svaraðir því ekki heldur. Hvað áætlað tekjur sjávarútvegsins? Ég sá einhvern tímann að var áætlað fyrir gengisfellingar 145 milljarðar og þú svarar ekki heldur eða veist ekki hvað framleiðin hvort hún 10% eða 20% eða neitt þess aftur. Ég ekki að fara fram á þetta sé nákvæmlega upp á einhver brot. En ég vil minna á að þetta frumvarp að vera með 33% geymslurétt á milli ára. Það ef eitthvað þetta gera, þá ætti náttúrulega að byrja á því að taka hann af. Vegna þess að ef að skip get ekki veitt kvótann sinn, vegna þess að það ekki fiskur í sjónum af þeirri tegund sem þeir eru, að þá fáránlegt að vera að færa veiðiheimildir á milli ára. Og það bara passar ekki með við það sem að Hafrannsóknastofnun að gefa út. Hún að segja með veiða 130.000 á þorski og annað þeimdur. Þannig að ég finnst þetta að vera afturför og sýnir raunverulega hvað þetta fiskveiðistjórnarkerfi svakalega gallað. Þú minnist ekkert á mannréttindi hérna, eða mannréttindanefnd eða vinnubrögð ríkisstjórnarinnar við mannréttindi. Nú heyrir maður það að það verið fylgst með okkur núna í október hvort að við ætlum ekki að gera einhverja breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu með tilliti til mannréttindabrota á Íslandi og þið ætlið ekki að bæta sjómönnunum frá Tálknafirði sem að mannréttindanefnd telur eigi að fá bætur. Þú minnist ekkert á þetta. Þetta stórt mál í sjávarútvegi og við sem höfum starfað í sjávarútvegi til langs tíma, okkur náttúrulega finnst þetta súrt að íslenska ríkisstjórnin ætla ekkert að gera í þessu. Nú, mér langar að vita hvað var úthlutað öllum byggðakvóta sem var áætlað á síðasta ári og var hann veiddur á síðasta fiskveiðiári. Síðan á að fara að úthluta núna nýjum kvóta og líklegt að hann verði veiddur á því kvóta ári, á þessu kvóta ári.
Það er ýmislegt annað sem ég þarf að tala við ráðherrann en ég geri það síðan bara. Við þekkjum það, við höfum líka þingsalinn til þess að ræða við ráðherrann. Karl Matthíasson, gjörðu svo vel. Takk fyrir maður. Það er náttúrulega að segja mjög margt og mikið öll þessi mál. En þá var nú byrjað að vekja máls á því hérna í upphafi fundar að það væri slæmt ástand í landinu. Og engan síður þá var náttúrulega þingstörfin að halda áfram á því daglega líf, fólk mæti til vinnu sinnar og svo framvegis og við reynum að halda þjóðlífsins gangandi eins og mögulegt bara til að við lifum venjulegu lífi og eitt af því sem að við búum við hér í þessu landi það að við eigum gott og gjöfult land og það náttúrulega náttúran okkar, það eru fiskimiðin og það eru dalirnir og lendurnar og svo í orkan og margt önnur svona hugvit og tækifæri sem við höfum. Ég held að það sé mjög gott að við hugum að þessu sem hefur verið nefnt hér á þeirra eins og í samvættu við svona framtíðamöguleika, í samvættu við eldi, kræklingaræktina, þorskeldið, nýjungar í landbúnaði og einnig að við hugum svona betur að því hvort að við getum hugsað það að sjávarútvegurinn nýtist þjóðinni betur en í dag og fólkinu. En mér langar bara að ljúka með þessum orðum að í öllu þessu ástandi sem að því var talað það hérna í byrjun að þá búum við það vel að eiga þetta land sem að gefur okkur mikil og miklar og góðar afurðir og við eigum náttúrulega að standa vörð það og hugsa eins vel það og við getum. Þakka þér fyrir Karl og Atli. Já, þakka fyrir, ég met hennar fund mjög gagnaðan og ég veit að ráðherra mun koma hér aftur fyrir og hefur örugglega vilja til þess að koma aftur fyrir nefndina að skýra málin sérstaklega í þeirri þröngu stöðu sem við erum í dag. Rétt fyrst bændur sem eru forgangsatriði að mínu mati. Þeir að leita fjölmargir núna til bændasamtaka og búnaðarsamtaka ráðgjöf, hún dugir ekki eins hér. Það þarf fjárhagsaðstoð, það þarf skuldbreytingar, það þarf vaxtalækkanir og annað. Það þarf að huga því hvort að ríki getur komið inn með myndarlegri hætti í jarðakauparsjóði. En umfram allt held ég að ráðuneyti ættis, og ég verði nú jákvæður og með ábendingarstaði fyrir að liggja hér í gagnrýni, að fara þegar í staði úttekt á stöðunni með bændasamtökum og öðrum, greina hversu margir bændur eru að komast í þrot og hvað úrræði eru fyrir hendi. Varðandi matvælaöryggi þá verður að tryggja það að matvörur séu skoðaðar í toll en ekki smásölum og horfum bara til Danmörku í sumar. Það sem að matarsýki hefur tröllriðið þjóðinni og lærum af þeirri reynslu. Aðeins ein athugasemd aðgerðir sem eru núna í efnahagsmálum. Það var rætt að væri samkomulag við stjórnarandstöðuna. Það er samkomulag við stjórnarandstöðuna að hraða þessum málum í gegn og leggja ekki steina götu þessa. En stjórnarandstöðan hefur ekki verið með í ráðum úrræði, svo því sé til hagahaldið. Rétt varðandi seiðaeldið, ég skora á ráðherra að leggja verulegt fé fram sem hlutafé í 1 til 2 stöðvar. Ég held að útgerðarmenn og framleiðendur á framhald og þorski séu sammála það. Meðal annars þeir hugsjónamenn sem standa bak við Gunnvör og því sem að gerast á Ísafirði. Og ég rétt að minna það að það liggur fyrir svo borðleggjandi staðreynd sem Einar Oddur benti margsinnis á, að það útilokað að veiða kvóta í ýsu með 100.000 tonna kvóta í ýsu með 130.000 í þorski, það er bara útilokað. Ég vil líka leggja áherslu á það að ráðherra beiti sér fyrir því að liðka fyrir það sem ég kalla frístund eða ferðamannaveiði. Það eru vandamál þar vegna kvóta og þetta er sprotagrein í íslensku þjóðfélagi og ég má ljúka með einu verkefni sem ég hef verulegan áhuga á. Og það er verkefni Bændur græða landið. Ég hef mun meiri áhuga á því þó ég hafi skógræktar áhuga. Þá er það gríðarlega mikilvægt verkefni sem að fjárveitingar standi í stað í ár. En þetta verkefni hefur skilað okkur í landgræðslu meiri en nokkurt annað verkefni og það virkjar bændur til dáða. Þannig að ég bið ráðherra að skoða þetta sérstaklega að efla þetta verkefni Bændur græða landið. Sérstaklega það að því það gefur þeim aukatekjur. Takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þetta Atli. Nú er komið að lokum í þessum fundi.
Ég vildi segja svona að auðvitað höfum við mjög mikilvæg verkefni þessi nefnd. Við fjöllum bæði sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál og eins og komið hefur hér fram í máli nefndarmanna að þá eru áhugaefnin mörg. Það er augljóst að þessi vetur mun fara í matvælafrumvarpið á haustþingið vegna þess hversu umfangsmikið það mál er, en auðvitað er það svo að málefni á sviði sjávarútvegsins og önnur landbúnaðarmál að ýmsum toga munu hér koma upp og auk þess sem að nefndin munu væntanlega taka til umfjöllunar einhver nefnd sem ekki hafa hér komið fram hjá ráðherra sem hugmyndir frumvörp. En allavega þá horfum við fram til þessa vetrar með mikil verkefni fyrir framan okkur og ég held að þetta verði áhugaverður og skemmtilegu vetur að fjalla þessar grundvallaratvinnugreinar okkar. En ég vil svona lokum gefa ráðherra færi á því að bregðast við þessu sem að kom hér síðast fram í máli manna. Eigum að segja svona 5 mínútur ráðherra, gjör svo vel. Takk kærlega fyrir formaður og ég skal reyna að virða það og ekki fara í að tala eða ítreka það sem ég hef áður sagt nema sérstætt efni til að mig gefið til. Það er fyrst varðandi það sem að Valgerður spurði nefndum loðdýraræktina, ég tek undir þetta. Þetta er mikið fagnaðarefni og ég held að umræðan loðdýraræktina hefur oft verið mjög ósanngjörn. Þar hafa menn verið að ná góðum árangri meðalans í kynbótum, meðalans með tækninýjungum og við sjáum það að þetta er auðvitað annar bragur og öflug atvinnugrein og þær verðhækkanir sem hafa orðið samfara auðvitað gengislækkunum hafa verið að styrkja þessa greina. Þannig að ég held að þeir sem afskrifuðu hana hafi haft á röngastanda. Varðandi Alþjóðaviðskiptastofnunar, WTO, þá er það þannig að það var auðvitað uppstytta í þessum viðræðum. Ég hef hins vegar alltaf gert ráð fyrir því að menn tæki aftur til við þessar viðræður og það fyrir en síðar. Það er auðvitað pólitísk óvissa núna vegna forsetakosninganna í Bandaríkjunum en ég tel mjög líklegt að fyrir en síðar þá tæki menn aftur til við þessar viðræður. Menn hafa einfallega bara lagt mikið undir í þessu og menn hafa lagt sér fram en hafa verið að gera heil mikið á undanförnum árum og það er engin ástæða til að ætla það að þær þjóðir sem hafa verið að gera það að þær muni síðan bara standa upp og segja nú er þetta búið spil og við hættum. Það er ekki þannig að við eigum að búa okkur undir þær breytingar sem að WTO leiðir af sér og annað væri fráleitt. Greta spurði hvort að öllum byggðakvótanum hefði verið landað. Þar síðasta fiskveiðiári þá datt einhver byggðakvóti niður af ýmsum ástæðum. Það er ekki fullreynt með það byggðakvóta sem var á síðasta fiskveiðiári vegna sem við höfum haft heimildir til þess að færa milli fiskveiðiára byggðakvóta en ég gerir ráð fyrir því að hann muni nýtast betur þar að segja byggðakvótan á síðasta fiskveiðiári og auðvitað vonar maður það með því að útluta byggðakvótanum svona snemma á þessu fiskveiðiári að þá verði hægt að nýta hann á öllu leyti. Það er rétt sem Karl sagði varðandi framtíðarmöguleikarnir, þeir eru miklir bæði í sjávarútvegi og landbúnaði og við eigum að leggja áherslu á það og ég nefndi það í ræðu sem ég flutti við setningu sjávarútvegssýningarinnar miklu núna síðustu helgi að núna myndi einmitt reyna á atvinnugrein eins og sjávarútvegi sem ég nefndi af þessu tilefni sérstaklega og ég held að því sama eigi við landbúnaðin. Nú mun auðvitað hlutverk þessara greina verða mjög mikið og við gerum okkur grein fyrir því og þetta eru öflugar atvinnugreinar og við höfum tækifæri sem að við erum að nýta og við sjáum hvernig menn er að nýta þetta, menn er að vera að búa sér til miklu meiri verðmæti þrátt fyrir að magnið sé ekki endilega aukast þau taki sjávarútveginn sem dæmi og við sjáum hvað er að gerast, til dæmis landbúnaður þarf ekki að orðlengja það. Varðandi þorskeldi sem að nefnt var bæði af Valgerði og Atla þá vil ég bara segja það að ítreka það ég hef mikinn áhuga á þessu máli og ég tel að þetta mál sé í góðum farvegi menn er að gera góða hluti, framtíðin liggur í auknum kynbótum og við þurfum auðvitað að styðja við slíka rannsóknar og þróunarstarfsemi og það hefur verið að gera og síðan liggur þetta í aleldi og þar finnst mér velkomandi greina við komum með beinum hætti þó ég telji mjög mikilvægt að útgerðin eða atvinnulífi leiði það en þetta sé ekki einhvers konar ríkisforsjó og enda vakir það ekki fyrir neinu sem starfar þessari grein. Að lokum að því ég ger nú ráð fyrir tími sem að vera búinn, ég tek undir það að ég er mikill áhuga maður verkefni bændur græða landið og af litlum efnum ráðuneytisins í rammafjárlögunum núna þá jökum við peninga í það verkefni til þess að sýna hinn góða hug okkar í verki í þessum efnum eins og náttúrulega öllum öðrum.
Ég vil þó bara með þessum orðum þakka kærlega fyrir þetta tækifæri til að koma hérna og það er rétt sem formaður segir, ég hvenær sem auðvitað tilbúin til þess að koma í þennan góðra vinahóp. Takk. Þakkaði fyrir ráðherra og ég vil að lokum þakka nefndarmönnum öllum fyrir framlag til þessa fundar og segi fundi slítið.